Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag og velkomin í loftsalinn á netinu. Við vonum að þið eiga yndislegan dag, ég sé að það er sól úti og lofsið Guði fyrir það. Og við ætlum að hefja þessa stund á því að biðja. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir þennan fallega dag sem þú hefur gefið okkur. Þakka þér fyrir hvíldardaginn og við getum hvílst í þér og varið deginum með þér. Ég bið Drottinn að þú leiðir þessa stund í dag og leiðbeinir okkur þegar við lesum í þínu orði. Ég bið að þú mættir kenna okkur eitthvað nýtt, eitthvað gott og kenna okkur að nota það í lífi okkar. Drottinn, ég bið fyrir öllum þeim sem eru að horfa á heima hjá sér og ég bið Drottinn að við mættum bráðlega að fara að hittast öll saman aftur. Ég bið í Jesú nafni, amen. Þá ætlum við að syngja sálm númer 226, Alfrjáls. Þá er komið að kristniboðsfrásögn og þetta við ætlum að sýna myndband sem er á ensku en með texta á íslensku og þessa vikuna er fjallað Olgu og Róman í Rússlandi.
Já, það eru smá tæknilegir örðugleikar en þetta að koma. Það verður því miður ekkert að kristniboðsfrásögn að sinni, en við ætlum þá bara að fara beint í lektíuna. Já, sæl og blessuð. Bæði þið hérna hjá okkur í loftsalnum og heima og gleðilegan hvíldardag. Já, ég var ekki ánægð með að missa kristniboðsfrásögnina, ég var mjög spennt, en þetta verður bara að bíða betri tíma, þar sem að hljóðið var ekki að virka. Þessa vikuna og þennan ársfjórðung höfum við verið að rannsaka Jesajabók sem að þegar ég sá að við vorum að fara að rannsaka Jesajabók þá var ég rosalega glöð af því að mér var svo oft langað til þess að rannsaka hana og skilja hana betur því að þrátt fyrir mörg dásamleg fyrirheit í bókinni þá er líka mikið af textum sem mjög erfiðir og mér hefur fundist mjög erfitt að skilja og fá að vita hver bakgrunnurinn var en núna hefur manni bara verið dýpt í djúpulaugina og nú bara verður maður að rannsaka og lesa þetta, fara í gegnum þetta. Já, þessa vikuna hefur verið lögð áhersla á dóm sem að hljóma dálítið fráhrindandi fyrir marga og afleiðingar hroka og sjálfsupphefðar. Og titill lektíunnar er að það að þykjast vera Guð. Steinunn, ert þú til að vera með bæn fyrir okkur? Já. Góði Guð, við leggjum þessar umræður okkar í þínar hendur og þú megir vera hér með anda þinn og ekki bara hér heldur líka á heimilunum þar sem fólk er að fylgjast með og búið að lesa og er að taka þátt. Vilt þú leiða umræðurnar í þá átt sem að þú vilt og við mættum læra að þekkja þig betur. Ég legg þetta allt í þínar hendur og bið í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, við skulum byrja á því að lesa minnisversið. Sigrún, getur þú lesið fyrir mig minnisversið? Það er Jesaja 25:9. Já. Og það, Á þeim degi mun sagt verða, sjá, þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Þessi er drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst við hjálpræði hans. takk fyrir þetta. Þessa vikuna höfum við verið að fara yfir 5 kafla í Jesaja og það var þarna nokkrum sleppt inn á milli þar sem var verið að fjalla dóma yfir fleiri þjóðir, heiðnar þjóðir. Við fórum yfir Jesaja 13 þar sem var verið að tala dóm Guðs yfir Babylon og Jesaja 14 er háðkvæði Babel konung og á sama tíma fléttast inn í það háðkvæði Satan og í lok kaflans er verið að tala endurtekinn dóm á Assýríu. Og svo hoppum við yfir í kafla 24-27 í Jesaja og þar byrja kaflarnir á því að dómar Guðs falla og eftir það kemur fólk ferst en fólk fagnar, ekki yfir því að fólk sé að farast en út af öðru. Og lokadómur við Satan kemur svo og að lokum er talað hina nýju jörð.
í þessum 3 köflum, hann 24-27. Þannig að þetta er svona bara yfirlit yfir það sem við vorum að rannsaka í þessari viku. En það sem að við... Kannski taka það, fullt af fólki komið á netið Já, með kveðjur. já, mikið af kveðjum. En fleiri sem eru, ég sé að það eru 25 tengdir Já, í gegnum Reykjavík. Hvað eru margir í gegnum Hafnarfjörð? Já. Gott að hafa fólki með. já. Hvetja Já, til þess gaman að taka hafa, þátt. gaman Já, að hafa endilega. fólk með og endilega takið þátt og komið með eitthvað innlegg. Við erum mjög þakklátt fyrir það. Þetta er þung leksía og ég ætla að vona að við getum öll hjálpast að við það. En svo komum við að spurningunni, af hverju? Hvað veldur þessum þungu dómum á Assýríu og á Babýlon? Og mér langar allir að biðja þig getum að lesa í Jesaja 10. kafla og það er vers 12-13. Já. En þegar drottin hefur lokið öllu starfi sínu á Síónfjalli og í Jerúsalem, mun hann vitja ávaxtarins af ofmetnaðinum í hjarta Assaríukonungs og hins hrokafulla drembilætis augna hans. Því að hann hefur sagt, með styrk handa minnar hef ég þessu til leiðar komið og með hyggjendum mínum, því að ég er vitsmuna maður. Ég hefi fært úr stað landamerki þjóðanna, rænt fjárhlutum þeirra og sem alvaldur stifta stóli drottnendum þeirra. Hönd mín náði í fjárafla þjóðina sem fuglshreiður væri, eins og menn safna eggjum sem fuglinn er floginn af. Svo hefi ég safnað saman öllum löndum og hefur engin blaka vængjum lokið upp nefinu né tíst. Takk fyrir þetta og ertu til í að lesa líka Babýlon. Af hverju komu þessi þungu dómar yfir Babýlon? Getur þú lesið Jesaja 13. kafla og 11. vers? Já. Flettum einu blaðsíðu áfram og förum í 11. versið í 13. kaflanum. Ég vil hegna jarðríki fyrir ílsku þess og hinum óguðlegu fyrir misgjörð þeirra. Ég vil niðurkremja ofdræp hinna ríkilátu og lægja hroka ofbeldis mannanna. Já, þannig að hvað sjáið þið þarna, hvað er að valda þessum dómum yfir Assýríu og Babýlon? Hver er ástæðan sem að Guð gefur fyrir því? Kærleiksnauð þjóð. Já. Við lesum fyrstu versin í 10. kafla Jesaja, að þá kemur það þarna, veið þeim sem setja ranglátu lög, skjalfesta skaðlega ákveði, halda umkomulausum frá dómstólum, ræna þá snauðum meðal þjóðarminna rétti sínum, féflétta ekkjur, ræna munaðarlausa og svo spyrir hann hvað ætlum við að gera þegar uppgjöri kemur. Þetta lýsir bara svona sjálfselsku og kærleiksleysi. Já. Sem er náttúrulega hlýtur að teljast vera andstæðan við, eða sem sagt í raun og veru, kærleikur í raun og veru andstæðan við það hrokafelli og dramsemi. Því að það er bara ég í hrokafellinum og í drembinni. Já. Það er þetta að gleyma. Við erum búin að, mér finnst það einhvern veginn bara síðustu leksjur vera svolítið ekki bara þessi, ekki bara Jesaja, heldur það sem við erum búin að vera að rannsaka síðustu ársfjórðunga, erum alltaf að koma að þessu, að muna eftir þeim sem minna mega sín. Að það er það sem, þegar við gleymum því, það er það sem er vilji Guðs, að við gleymum ekki þeim sem minna mega sín. Að við séum ekki bara að hugsa okkur sjálf, að við munum eftir að það sé bara réttlæti og allir fá að vera með. Já, og eins og kemur fram í 12. og 13. versinu, ofmetnaður í hjarta Assýríukonungs og hins hrokafulla drembilætis augna hans, sem að er yfirskrift leksíunnar í dag. Og Babýlon, hvað með það? Í 11. versi í 13. kafla kemur fram það sama sem að bæði Steinunn og Kitty voru að benda á. Ég vil hegna jarðríki fyrir ílsku þess og hinum óguðlegu fyrir misgjörðir þeirra.
og ég vil niður krefja ofdramb hinna ríkilátu og lægja hroka ofbeldismannana. Og komum alltaf niður á þetta að sko vilji, þú veist, maður er ofta einhvern veginn að velta, ég ætti að velta fyrir mér, sko, hver er þessi vilji Guðs? Og þarna kemur það alltaf aftur og aftur. Vilji Guðs að vera að við hugsum þá sem minna mjög sín. Og að við séum ekki að hreykja okkur sjálfum, að gera eitthvað mikið úr okkur. Og við sjáum í þessum konungum, líka Nebúkadnesar, hann þurfti að læra þessa leksju, að vera niðurlægður. Já. Hann bara var ég er æðislegur, ég ætla að lifa eilífu, ég tilbyði mig, hann bara lifði í því að hann væri flottur. Og þá bara mista hann allt. Akkurat. Þurfti að lifa eins og naut og éta gras Já. til þess að læra þetta. Svo þegar hann kemur aftur þá segir Guð við hann, nú skaltu muna að vera réttlátur og hugsa þá sem minna mig á sín í þjóðfélagi. Og þetta leiðir okkur að kafla 14 í Jesaja, þar sem er talað uppruna hins illa. Steinunn, ert þú til í að lesa fyrir okkur 14. kaflan í Jesaja 12 til 17? 12. vers. 12 til 17. Nú ertu fallin af himni, ljósberi, sonur morgunróðans. Nú ert þú að velli lagður, sigurvegari þjóðríkja. Þú sagðir við sjálfan þig, ég skal stíga upp til himins, ofar stjörnum Guðs, þar skal ég reisa ásæti mitt. Á þingfjalli Guðanna tek ég mér sæti, yst í norðri, ég skal stíga ofar hæstu skýjum, líkjast hinum hæsta. Lengra, 15 líka. Til 17. En þér var varpað niður til heljar í hennar dýpstu gryfju, þeim sem líta þig, verður starsýnt á þig, þeir virða þig vandlega fyrir sér. Er þetta maðurinn sem skók alla jörðina, lét konungsríki riða. Hann gerði jörðina að eyðimörk, reif niður borgir og sleppti föngum sínum ekki heim. Já, og þarna langar mig að spyrja ykkur, hvar sjáum við merki hrokans í þessum versum? Það er þetta ég. Ég skal. Ég, já. Ég ætla. Og hvar annars þar? Já, hann alltaf vill stíga, maður hefur heyrt þessi vers svo ofta, þegar maður heyrir nýju þýðinguna þá er maður svo en þú veist, hann segir, ég vil stíga ofar skýja borgum gjörast líkur hinum hæsta. Já. Það nægir honum ekki að vera, það næði Satan ekki að vera einn af æðstu englunum, hann þurfti að vera alveg eins og Guð. Það var það sem hann vildi. Og ég vil stíga ofar. Ofar hann. Ofar honum. Já, hann stendur, hann vil stíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Þannig að hann vil eiginlega gera sjálfan sig að Guði eins og Guð er. Hann vil vera Guð. Þannig að þarna er í rauninni lykilatriði syndarinnar og það er að gera sjálfan sig rauninni að Guði. Og ef við kíkjum aðeins í 1. Mósebók 3. kaflan og það er 4. til 5. vers, þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munu þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sem þið etið á honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. Þarna er nákvæmlega sama og við sjáum hérna í 14. versinu í 14. kafla Jesaja að hann vildi gjörast líkur hinum hæsta og svo segir hann við Evu hérna í 1. Mósebók að þið munu verða eins og Guð. Og þetta er uppruni syndarinnar, þessi hroki. Að treysta meira á sjálfan sig og gera sjálfan sig að Guði, heldur en að treysta Guði, sem er skapari okkar. Þannig að, en svo er svo merkilegu punktur varðandi þetta,
að Satan, hann segir ég vil vera eins og Guð og lausnin á þessu vandamáli að Guð skapar fólk í sína mynd. Þannig að við erum sköpuð í líkingu Guðs. Það er alltaf En flott. við erum samt ekki Guð. En við erum samt ekki Guð, en hann segja að skapaði okkur í líkingu hans. Það er eins og hann sé að segja við Satan, hei, ég get alveg haft fólk sem ég skapa í líkingu mína og haft dásamlegt samband við þetta fólk. Og þau eru ekki að hróka sér upp og þykjast vera eitthvað betra en ég. Þannig að Satan, hann er eins langt frá því að vera líkur hínum hæsta og hugsast getur. Og en við erum sköpuð í líkingu Guðs. Þannig að þetta leiðir okkur líka að atriði sem að mér finnst mjög merkilegt og það er tvenns konar tilbeiðsla í gangi í heiminum í dag. Við höldum að það séu þúsundir trúarbragða, en það er í rauninni bara 2. Þegar við komum inn á drauminn hans Jakobs, hann sér stiga koma niður af himnum og það er Guð sem að birtir honum þetta, kemur frá himnum og niður til jarðar og hann kallar staðinn Betel sem að heitir á íslensku er hús Guðs. En Babylon, það sem að var kallað Bab-Ili, hlið Guða, það var borg sem var reist á rústum Babelturnsins forna og sú borg var reist af mönnum en ekki Guði frá jörðinni og reisti sína turna upp til himins. Og þetta minnir okkur á 2 andstæður sem að menn velja sér til hjálpræðis. Og það getum við séð með hann Abel og Kain. Getur þið nefnt okkur hver var munurinn á tilbeiðslu þeirra 2? Já, þetta er það ekki bara þessi, eins og þú segir, afsakið, það setja ykkur alls annars, en það er þessi 2 leiðir sem við menninir förum að frelsun. Það er annarkvort náðargjöf frá Guði, þar að segja við elskum Guð og fylgjum hans boðum. En svo er það líka svo ríkt í okkur mönnunum að fara okkar eigin leið og vinna okkur sjálf inn frelsi. Og hann ætlaði ekki að fylgja, Kain ætlaði ekki að fylgja þessu leiðbeinum, heldur fór hann bara og fórnaði einhverju öðru. Hann ætlaði sjálfur að vinna sig inn friðþæginguna og gera fara eitthvað aðra leið eins með þá sem byggðu Babelturnin. Þeir ætluðu að byggja sér nóg háan turn þannig að flóðið myndi ekki ná þeim næst. Þannig að þeir þyrftu ekkert að hlusta á samvisku sína, þeir þyrftu ekkert á Guð að halda. Þeir ætluðu bara að vera sinn eigin Guð. Það er svona í grunninn. Já, og það tengist þessu, það sem ég var að lesa áðan, þetta, ég get bara gert þetta. Ég get bara, ef ég er bara nógu góð og ég fer eftir öllu þessu og ég gerir þetta, þá er ég bara í góðum málum og þá hef ég öðlast frelsi og frelsun. Í staðinn fyrir að bara, nei, það er ekki þannig. Og þetta Það er hefur, Jesús sem gerði þetta fyrir okkur, ég þarf ekki að gera það nema að tæka við honum. og þarna kemur hrokininn Já, og stoltið. af því að ég ætla að gera þetta allt saman sjálf. Þetta var líka svolítið hugsun hjá Kain að ég ætla að tilbiðja Guð eins og ég vil tilbiðja Guð, ekki eins og Guð vill hann sé tilbiðin. Eins og ef að ég tala um það áður, eins og ég veit að þú kannt ekki með þetta ilmkerti, ég elska ilmkerti, þannig að ég ætla að gefa þér ilmkerti í gjöf. Það væri svolítið skrítið. Já. Það myndi líka sýna það að þú þekktir mig ekki vel. Ég þekki ekki vel, mér Já, er alveg sama. Mér er alveg Já. sama hvað þér finnst flott, ég vil bara gefa það sem mér finnst flott. Akkurat. Og svo er líka Á önnur, margir gefa svolítið skjátt. það er alltaf líka að þykja flott en á sama tíma að viðtakandi kunna með það. Já, ég vil Eitthvað gleðja sem þig þegar ég gefur gjafir. Akkurat. Og þetta kemur líka inn á söguna tollheimtumanninn og fariseian. Og þarna voru 2 menn, eins og Kain og Abel. Þeir voru báðir trúaðir og þeir tilbáðu báðir Guð. Abel, hann tilbað Guð á forsendu Guðs og þáði náð sem var gjöf frá Guði. Og Kain, hann vildi frelsast fyrir sín eigin verk og hann var stoltur. Og tollheimtumaðurinn og fariseinn, þeir komu báðir í kirkju og þeir báðu til Guðs
En tollheimtumaðurinn, hann fór heim réttlætur og farisíinn fór ekki heim réttlætur. Getið þið sagt mér af hverju? Af hverju fór ekki farisíinn réttlætur heim? Og af hverju fór tollheimtumaður sem var bersendugur, hann fór réttlætur heim? Því annar var að upphefja sjálf sig. Svo ég góður. Miklu betra. Já, Ég það nefnilega hætta við að þegar að maður sýnir hroka er að maður haldi að maður sjálfur sé svo góður að maður þurfi ekki á neina að halda. Og þá biður maður Guð ekki fyrirgefninga því að það er allt fullkomið hjá mér. Þannig að ef ég er fullkominn, þá þarf ég ekkert á fyrirgefninga að halda. Og þá bið ég ekki hana og þá fæ ég hann ekki. akkurat. Þannig að þá ertu í verra stað heldur en að vera auðmjúkur og átta sig á því að maður hefur galla og maður þurfi fyrirgefningu og sækjast eftir henni. Já. Hér er einhver spurning, er þá syndin að vera sinn eigin Guð? Kitty? Það er mjög góð spurning. Já, Biblían allavega skilgreinir synd sem lögmálsbrot og lögmálið segir að við skulum ekki hafa aðra guði en bara Guð. Og ef maður upphefur sjálfan sig ofar Guði, þá er það væntanlega, myndi ég halda synd. Og ég hef nú sagt það bara oft á þessu, mér finnst svo aðeinsvært það sem George skrifaði einmitt, það sem hann skilgreinir synd, þá hann segir að syndin er sjálfshelga. Er það og skortur á trausti til Guðs? Já, en það kemur inn í það, ég elska bara mig. Já. Og það er synd. Ég elska mig, ég ætla að gera allt sjálf, þú skiptir engu máli og Guð skiptir engu máli, það er bara ég sem skiptir máli. Það er synd. En Sigrún, getur þú lesið fyrir mig úr Efesusbréfinu, 2. kafla 8-9, bara svona til þess að ljúka aðeins þessari umræðu Babelsturnin og stigan sem kom niður frá Jakob. Efesus. Efesus 2. kafli 8-9. vers. Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Var það ekki 8 og 9? Jú, já, takk fyrir þetta. Og þá langar mig að spyrja bara svona lokum, af hverju er svona erfitt að eiga við hrokann? Því að hann er hlut af syndinni og við erum syndug. Ég held að sé bara í eðli okkar. Já, því að eðli okkar er syndug. Af hverju er hann svona hættuleg synd? Ég held að allar syndir sem fela sig í sér upphefingu sjálfum sér eða syndir sem fela í sér einhvers konar afneitun á sínu eigin ástandi séu hættulegar út af því að ef að ég gerir mér ekki grein fyrir því að ég þurfi á Jesú Krist að halda að þá leitast ég ekki eftir því að fá hans aðstoð og þar af leiðandi vinn ég ekkert í mínu málum. Þannig að leið og ég held að ég sé betri heldur en náunginn eða ég sé bara í nógu góðum málum eða ég fór og gaf einhverjum og gerði eitthvað gott og þar af leiðandi er ég plús í dag eða hvernig sem maður hugsar í kollinum á sér að þá einhvern veginn þarf ég ekki að Guð að hjálpa að halda. Og þá náttúrulega, það er erfiðast aðstæðan til að vera í. En erum við ekki svolítið þar? Oft, jú. Er það ekki okkar staður svolítið? Jú. Jó. Þetta er örugglega bara, þú veist, lífstíð að vinna á þessu. Já, maður bara sér og því miður að þá sér maður það betur í öðrum heldur en í sjálfu sér. Já, það er bara... Svo hefur maður ekki tíma til þess að sjá það sjálfum sér þegar maður er á upptekinn í að sjá það í öðrum. Já, nákvæmlega. Já. Og það kemur þetta bara að reiðast, að halda sig, vita alltaf best, það sem mér finnst, það er það rétta, í staðinn fyrir að leita vilja Guðs. Það er það, setjumst niður, tölum saman, af hverju er ég æði eins og jarðýta, að reyna að koma mínu fram eða reyna að fara einhvers staðar baktjald þar sem að enginn sér til þess að reyna að koma mínu fram. Þetta er líka hroki. Algjörlega. En, jú, það er rétt, þú bendir á það að við erum öll með þetta og það er svo stutt í að
leiðum maður sér, vá hvað ég var auðmjúk, þá er maður strax orðið hrokafullur. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er sko hörku erfitt. Já. Þannig að í rauninni getur maður ekki verið fullkomlega auðmjúkur nema þá að vera fylltur á heilugum anda. Þannig að maður virkilega sé í bara 100% sambandi við Guð. Og svo hitt að, þú veist, börn og unglinga sem eru bara rosalega mikið af börnum og unglingum sem eru bara á þeim stað að finnast þau vera ömurleg. Einskisverði og eru bara ömurleg, get ekki neitt. Og hvað gerir með það? Jú, þú reynir að segja þeim að þau séu ekki, þú veist, hvetur þau til þess að horfa í speilin og segja, þú veist, ég er bara dýrmæt, ég er flott, ég er frábær. Er það þá ekki líka svona ákveðin hroki, en það er samt mikilvægt. Já, það er munur á því að segja að þú ert frábær og þú ert flott og horfðu á því í speglinum, heldur en að segja við unga fólki sem hefur ekki mikið sjálfsálit, eins og svo bara stór hluti af heiminum er. Halló, það er Guð þarna upp á himni sem skapaði þig, sem dó fyrir þig, honum finnst þú frábær. Já, já. Og þess vegna, sko. Það þarf þetta svolítið svona... Það er það sem að honum finnst skiptir máli, ekki það sem mér finnst skiptir máli. Jú, en það skiptir samt máli að ég sjái það. Já, þegar þú skilur... Að ég er dýrmætt. Þegar þú skilur hvað þú ert dýrmættur í augum Guðs, þá byrjar allt í að skilja, já, vá, ég er svo dýrmættur fyrir augum Guðs. Ég þarf ekki eins og að vera hrokafullur eða leiðilegur, ég bara elska að vera Guð og það er bara nóg. Og það er þetta jafnvægi, sko, já, fyrir Nei, ég ætlaði bara að koma inn í, en sko, það er líka, sko, þegar maður áttar að hjá því hversu dýrmætt við erum í augum Guðs, þú veist, þá áttum við okkur líka á því hversu dýrmætt aðrir eru líka í augum Guðs. Þá viljum við koma vel fram með þá og svo fram þetta göttum. Þannig að það kemur líka, en það skiptir þetta rosalega miklu máli, þú veist, því að nú eru svo margir sem upplifa svona, hvað segir maður, svona sjálfsmyndakrísu og það skiptir svo miklu máli að þú veist, í kristni heimsmyndinni, þá höfum við þessa kristnu sjálfsmynd, þar sem það er einmitt að við erum epli auga, við erum demantar í augum Guðs, dýrmætt. Og þess vegna þurfum við ekki að sækjast í athygli einhverja annarra eða viðurkenningu einhvers annað ytri aðila. Guð er okkur nægur í öllu. Við þurfum að vera sátt til okkur sjálf líka. En ég held sko þarna, og svo bara svari þessu líka sjálf, að hrokinn er kannski ekki tengdur því að ég sé sátt við sjálfa mig, að því að Guð er náttúrulega sátt við mig, heldur þegar að ég fer að traðka á öðrum, þegar ég fer að sýna, þegar hrokinn minn er orðinn það mikill að aðrir hætta að skipta máli. Þú veist að þá er ég komin í hættu. Líka bara þegar hrokinn er orðinn svo mikill að maður heldur að maður viti betur um Guð. Já. Og þurfi ekki á honum að halda. Já, nákvæmlega. Erik er að segja eitthvað hana. Já. Ég er eitthvað, það er ekki alveg að virka inn í tölvunni, þannig ég er bara að fara fram og tilbaka í símanum. Ég get líka sagt það. Já, endilega. Þannig að Erik segir, við erum að tala í samhengi forna heimsvelda, þar sem konungar náðu völdu með miklum hroka, grimmd og ofbeldi. Og þeir hefðu ekki náð árangri með auðmýkt. Þeir skildu ekki Guð. Já. Ég myndi að segja að Davíð hefði gengið ágætlega með auðmýktinni á vopninu. En það var samt hann var samt hrokafullur. Já, upprunalega planið hjá Guði var ekki að fólk Guðs hefði konung, heldur að hefði Guð. Guð er konungur okkar, en þeir vildu jarðneskan konung og það fengu þeir. Svo segir Erik hérna áfram, ég segir spámaður Guðs að tala til fleiri en bara Ísrael, til heimsveldana, til að koma til skila eðli Guðs og leið til að ná raunverulegum árangri. Skiljum við aðferðafræðina? Góð spurning. Já, allavega mér langaði bara til að koma aðeins inn á þetta með hrokann í sjálfum okkur. Eru til eitthvað gagnleg ráð sem hjálpar okkur að eiga við hrokann í sjálfum okkur? Vitið um einhver gagnleg ráð? Ég held bara að því nær sem að kemst Guði því meira sér maður hvað maður er ekki, þú veist, og líka bara líkist maður honum betur. Hvernig kemst maður nær Guði? Með því að
hafa hann með í öllu sem maður gerir. Verri tíma með honum. Já, tala við hann, hvenær sem er. Maður þarf ekki endilega að leggjast á hnén. Það er bara að vera meðvitaður það. Guð er með mér alltaf. Það er bara eins og hann séð við hliðina á mér. Og ég tala við hann hvað sem er og hvernig sem er. Og ef ég er meðvituð, ég bara tala fyrir sjálf mig, ég er alltaf slóðinn á mikrofón, að leið ég gleymi, ég er ekkert að hugsa Guð sé með mér, að þá er ég farin að gera mín eigin vilja. Já, en svo er þetta náttúrulega alltaf bara process og við þurfum að vera lesa í hans orði því að hann hefur svo margt að segja okkur þar. Við þurfum að vera ganga með honum í bæn og svo stundum, þetta er okkar eðli og stundum gerist eitthvað í líf okkar sem er rosalega sársaukafullt til þess að slípa okkur, til þess að kenna okkur. Taka, já, því að stundum sjáum við ekkert ekki öðruvísi. Já, þannig að Guð tekur stundum í taumana. Ég veit allavega tvennt sem að hún... Það er samt líka svona erfitt að segja, að tala það. Maður sér það eftir á, en þegar einhver er í erfiðleikum, þá er það ekkert voða vinsælt að segja, já, það er bara verið að slípa því aðeins til, Sigrún mín, maður vill ekkert heyra það. Þú þarft að gangi gegnum þetta. Það er ekki eitthvað sem mann er langar til að segja það. Nei, en það er gott að vita það. Þegar maður svo lendir í ykkur, þá getur að hjálpa manni rosalega bara, Guð er með eitthvað plan fyrir mig og hann mun koma mér í gegnum þetta og hann mun taka eitthvað, hann getur dregið út eitthvað fallegt, eitthvað yndislegt úr hörmungum. Já, og það er kannski frekar sávingill, heldur en að Guð sé að leggja það á mig, heldur hann hefur stjórnina á þessu öllu saman og hann getur, ef ég leyfi, ef ég er viljug til þess að læra eitthvað gott af því sem var neikvætt, að þá getur hann hjálpað mér með það. En ég held að sé ekki þannig að það er allavega ekki mín skilningur á Guði og ekki mín mynd af Guði að hann sé að láta slæma hluti gerast. Nei. Að það er Satan sem gerir það. En meðan ég geng með Guði, að þá getur Guð breytt. Hann getur mótað þetta slæma sem gerðist í að vera eitthvað lærdómsríkt fyrir mig. Já. En hann getur náttúrulega, eins og margir hugsa af hverju kemur hann þá ekki í veg fyrir þetta. Hann getur komið í veg fyrir hluti en hann ákveður að gera það ekki stundum. Já, það er ekki endilega réttlátt. Nei, algjörlega ekki. Hvað myndi þá alheimurinn segja, englarnir segja bara, og Satan segja? Bara eins og hann segði með Job. Við Job, já. Ef þú bara blessar hann svo mikið, þess vegna trúa hann á þig. Það er því hann er ekkert að reyna neitt. Leið og hann þarf að gangi í gegnum eitthvað, þá mun hann hætta að trúa þig. Já. Þannig að það er líka svolítið það sem við erum að lifa í. En svo getur líka verið að ef við erum kannski ekki að lifa lífinu rétt, eins og sumir sem eiga kannski allt sem þeir þurfa og þá er auðvelt að gleyma Guði. Og Guð hefur blessað og blessað en maður kannski gleymir Guði þegar maður hefur það rosalega gott. Og það getur alveg verið að þá er ég kannski að ýta Guði frá mér og Guð þá náttúrulega þvingar sig ekki upp á mig og ég missi kannski blessanir. Ég missi kannski, ég átti allt sem ég þurfti, missi allan peningi minn eða missi, bara eins og Job eða eitthvað. Og ég held að Guð hugsi, hann sér endan á þessu og ég hefði kannski ekki frelsast öðruvísi, ég hefði ekki leitað til hans, þannig að þetta hljóma eins og svo hræðilegt, bara hvernig getur Guð bara tekið allt frá manni, af því að hann elskar mann og ég hefði kannski ekki frelsast öðruvísi. Ég hefði viljað þetta, hefði ég vitað. Einmitt, það er einmitt líka punkturinn, ef við gætum séð allt taflborðið eða hvernig sem hann sjá þetta fyrir sér, hvernig allt fer og allt svoleiðis, að þá er Guð að velja bæði, held ég, sásauka minnstu leiðina sem hægt að fara, held ég, til þess að ná þeirri útkomu sem er best að fá. En við lifum í óréttlátum heimi. Já, og í augum Guðs þá er þetta stóra myndin. Það er ekki bara ég, heldur er það allur alheimurinn. Og við vitum sögun það, við vitum að allt mun enda vel.
En ég mun í mínu lífi gangi gegnum alls konar og ég hef val að læra af þeim reynslum sem ég verð fyrir eða setja föstar. Ég get líka valið það að þeir erfiðleikar sem ég lendi í og slæmu reynslur, ég get valið það að bara halda fast í þær og vera bara þar. Og þá læri ég ekkert af þeim. Ég ætla bara að vera reið og ég ætla bara ekki að fyrirgefa. Ég ætla bara að halda í það og fullt af fólki sem gerir það. Já. Það bara heldur fast í þetta og kannski líður svolítið vel með það. Já. Af því að það er gott að geta kennt öðrum. Það er gott að geta sett í því, þá getur maður gert það. Það er bara einhverjum öðrum að kenna. Og þá kemst ég ekki út. Þá fæ ég ekki þessa blessun og þennan lærdóm af þessum reynslum. Þetta hefur svolítið með mig sjálf að gera. Svo segir Íris hérna, Guð lætur okkur ekki þjást, en hann leyfir okkur að gangi gegnum þrengingar til að vekja okkur. Ég held að það sé alveg oft þannig. Já, ég held bara að þegar að þjáningar og erfiðleikar koma, þá er þetta bara svo flókið fyrirbæri að við getum ekkert sagt af hverju og við eigum ekkert endilega að spyrja af hverju, heldur bara að treysta Guði. Við vitum ekki hvort að það sé eitthvað utanaðkomandi sem er bara einfaldlega að ráðast á mann því að maður vill fara út í boðin. Maður veit ekki hvort að Guð er að leyfa hinum illa að ráðast á mann til þess að slípa mann til. Maður veit í rauninni ekkert hvað er í gangi og maður á bara að treysta Guði fyrir öllu og eins og Biblían segir að ef við treystum honum þá getum við farið gegnum allt. Og hann breytir öllu slæmu yfir í eitthvað dásamlegt. Já, stundum er þetta náttúrulega bara syndin, fólk tekur sínar ákvarðanir og það bitnar stundum á öðrum og lífið er náttúrulega bara rosalega ósanngjarnt. Og fólk hefur frelsi til þess að vera vont við annað fólk. Það er bara þannig, Guð gefur okkur frelsi. En svo eru líka svona aðstæður eins og ég fekk skilaboð frá vinkonu minni í Noregi sem að þau eru bara mjög kristin hjón, aldrei við mig og Örn og maðurinn hennar er að deyja. Já. Búin að vera að glíma við krabbamein, þau eru alltaf, hélt þetta við höldum oft að við getum gert eitthvað, svo þetta með að lifa heilbrigðu lífi sem hann hefur alltaf gert, en það er samt krabbamein í ristilinn og aldrei borðað neitt sem var óhollt, aldrei sett neitt ofan í sig. Þannig að þetta var ekkert eitthvað sem hann gat stýrt og búin að vera að berjast og nú skrifaði hann mér í gær og sagði nú er bara sniðið síðustu meðalina. Nú er hann bara að fara. Og þetta er ekki eitthvað sem er Guði, eitthvað sem Guð vill. En hann samt sem áður hefur vald til þess að lækna hann og tekur ákvörðun að lækna hann ekki og við verðum að treysta Guði fyrir því. Já, en þar er það bara þetta að treysta, það fer allt vel. Þetta er bara hlut af syndinni, þetta er hlut af þessum synduga heimi sem við lifum í, að vondir hlutir gerast og við höfum enga stjórn á því, ekki neitt. Og getum ekkert vitað í þessu lífi af hverju endilega. En treystu því að það er von endurkoma Krists og það er það sem að við... Og að í þessu lífi meira segja mun hann koma með eitthvað gott út úr þessu. Ekki endilega eitthvað sem er í staðinn að jafnast á við til dæmis eins og fyrir hana eiginmann sinn, en Já, nú er tíminn okkar alveg að verða uppurinn og við hefum alveg getað haldið áfram í 2 klukkutíma viðbót. Það er fullt af efni sem maður getur alveg kafað djúpt í lektsíunni. Við verðum að láta þetta gott heita í dag og ég hvet ykkur til þess bara að vera duglega að vera heim og rannsaka og lesa fyrir næsta hvíldardag. Mér langar bara til þess að ljúka á 2 dásamlega fallegum biblíuversum sem að gefur okkur von og kennir okkur hvað það er sem að við getum gert til að eiga þátt í lokasigrinum þegar að Jesús kemur aftur. Og við skulum lesa, Steinunn, ert þú til að lesa fyrir mig Orðskviðina 3:5-7? Og Sigrún, getur þú lesið Rómverjabréf 10:9? Orðskviðni 3:5-7. Já, þannig.
þetta er eitt af mínum uppáhalds. Treystu drottni af öllu hjarta, en reitu þig ekki á eigið hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegum þínum, þá mun hann gera leiðir þínar greiðar. Amen. Og Rómarabréf 10:9. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Amen. Já, við skulum ljúka með bæn. Kæri Faðir á himnum, ég þakka þér fyrir þinn dásamlega kærleika, fyrir það að þú lést lífið þitt fyrir okkur, þú skapari okkar. Og við viljum biðja þig að hjálpa okkur að benda öðrum á þig og hjálpaðu okkur að vera ekki hrokafull, hjálpaðu okkur að eignast þetta dásamlega samband við þig. Þannig að við skiljum ástand okkar og við megum þiggja þitt réttlæti. Í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að taka smá 10 mínútur, hvað svoleiðis, ekki? Og svo komum við aftur fyrir guðþjónustu. Takk fyrir að vera með okkur.
Góðan daginn öll og gleðilegan hvíldardag. Það er gaman að vita af ykkur þarna sem að fylgjast með. Við ætlum að hefja þessa stund á bæn. Welcome everyone. We're happy to know about you watching us at home. And we want to begin this service by a prayer. Kæri himneski faðir, þakka þér fyrir hvíldardaginn. Dear Heavenly Father, thank you for the Sabbath day. Þakka þér fyrir að við getum komið saman í gegnum netið. Thank you that we can come together through the internet. Það er gott að geta nýtt tæknina til þess að lofa þig. And it's very good to be able to use the technology to be able to praise you. Ég bið Drottinn að þú sért með okkur öllum hér og öllum sem eru að fylgjast með. Please be with us here and everybody that are following us. Ég bið Drottinn að þú sért sérstaklega með öllum þeim sem er að þjást núna, hvort sem er heilsan eða fjárhagur. Þetta eru erfiðir tímar, Drottinn, eins og þú veist. I want to ask you to be with everyone that is suffering, whether it is health or other type of difficulties, economy or other. These are difficult times that we are living in. Drottinn, ég bið að þú blessist þessa stund og þennan dag og hann mætti vera okkur öllum til mikla blessunar. Í Jesú nafni, amen. May you bless this hour and this day, and may you bless us all in the name of Jesus Christ. Amen. Þá ætlum við að syngja sálm sem heitir Stjörnur og sól. We're going to sing a hymn called Stjörnur og sól. Hans eru verk, drottinn við þér vilja
ætla ég að lesa ritningaversið sem ræðumaðurinn hefur valið í dag og það er fyrsta bréf Þessalónikumanna, fyrsti kafli. Now we're going to read from the book of Thessalonians, and it's the first chapter. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuðu Þessalónikumanna sem í Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður. Við þökkum ávallt Guði fyrir yður alla við minnumst yðar í bænum vorum. Fyrir augsýn Guðs og Föður vors við sífellt minnugir starfs yðar í trúnni, erfiðis yðar í kærleikanum og stöðuglindis yðar í voninni á Drottin vorn Jesú Krist. Guð elskar yður bræður og við vitum að hann hefur útvalið yður. Fagnaðarerindi vort kom eigi til yðar í orðum einum, heldur einnig í krafti og í heilugum anda og með fullkominni sannfæringu. Þér vitið hvernig við komum fram hjá yðar vegna. Og þér hafið gjörst eftirbreytindur vorir og Drottins, þér tókuð á móti orðinu með fögnuði heilags anda, þrátt fyrir mikla þrengingu. Þannig þeir orðnir fyrirmynd öllum trúuðum í Makedóníu og í Akkíu. Frá yður hefur orð Drottins hljómað, ekki einungis í Makedóníu og Akkíu, heldur trúiðar á Guð kunn orðin allstaðar. Við þurfum ekkert að tala, því að þeir segja sjálfir á hvern hátt við komum til yðar og hvernig þeir sneruð yður til Guðs frá skurðgoðunum til þess að þjóna lifandi og sönnum Guði. Og væntið nú sonar hans frá himnum, hann vakti upp frá dauðum. Jesú frelsaras frá hinni komandi reiði. Við skulum biðja. Ég ætla að fá að lesa þetta líka á ensku. Já. This letter is from Paul, Silas, and Timothy. We are writing to the church in Thessalonica, to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ. May God give you grace and peace. We always thank God for all of you and pray for you constantly. As we pray to our God and Father about you, we think of your faithful work, your loving deeds, and the enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ. We know, dear brothers and sisters, that God loves you and has chosen you to be his own people. For when we brought you the good news, it was not only with words, but also with power. For the Holy Spirit gave you full assurance that what we said was true. And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you. So you received the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you. In this way you imitated both us and the Lord. As a result, you have become an example to all the believers in Greece, throughout both Macedonia and Achaia. And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere, even beyond Macedonia and Achaia. For wherever we go, we find people telling us about your faith in God. We don't need to tell them about it, for they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from idols to serve the living and true God. And they speak of how you are looking forward to the coming of God's Son from heaven, Jesus, whom God raised from the dead. He is the one who has rescued us from the terrors of the coming judgment. Kæri himneski faðir, Dear Father in heaven, þakka þér fyrir orðið þitt. thank you for your word. Ég biði Drottin að þú mættir tala í gegnum Gavin í dag. May you speak through Gavin today. Viltu úthella þínum heilaga anda yfir okkur öll, May you give us your Holy Spirit to us all. að við mættum skilja, við mættum læra og vaksa í þér. May we understand and grow and learn in you. Ég bið þess alls í Jesú nafni. Amen. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Þá komið að öðrum sálm, barnasálm. Ég barnið þitt.
Nú, fyrirgefðu. Góði Guður ég bið, fyrirgefðu. Now we're going to sing a hymn called Góði Guð ég bið. Þá verður sett upp hérna upplýsingar hvernig þið getið fært gjafir eða tíund. Og þá er komið að barnasálmi. Ég er barnið þitt. Nú ætla Gavin að vera með barnasögu og þar á eftir með prédikun. Getur rétt mér. Well, good morning. Góðan daginn. Have you ever wanted to be like somebody else? Hafið þið einhvern tíma vilja vera eins og einhver annar? Maybe to have your hair cut like them, Vera með hárið eins og þeir, or maybe have clothes to look like them. eða vera í fötum eins og þeir klæða sig í. Has there been anyone that you just want to be like them? Til einhver sem að virkilega langar til þess að vera eins og hann? Well, I have never wanted to be like anyone else.
Ég hef aldrei viljað vera eins og einhver annar. except Nema, there was a preacher named John Stott. en það var predikari sem hét John Stott. And I would go and listen to him preaching in central London when I was a student. Ég fór og hlusta á hann predika niður í miðbæ London þegar ég var nemandi. And it was like, oh, I would just love to be able to preach like him. Og hann sagði, ég vildi geti predikað eins og hann. So I would listen to his sermons over and over. Ég hlustaði á ræðurnar hans aftur og aftur. I try and work out how he formed his sermons together, how he put it all together. Og ég var að velta fyrir mig hvernig hann setti ræðurnar saman. And then probably the very first sermon I ever preached at the beginning of my ministry Þannig að fyrsta ræðan sem að ég flutti í byrjun prestþjónustu minnar, I was preaching at a church in central London, þá var ég að predika í kirkju niður í miðbæ London and afterwards a man walked up to me og eftir á kom maður til mín og sagði, and he said, I see that you have been listening to John Stott. já, ég sé að þú hefur verið að hlusta á John Stott. And I was very happy, Ég var mjög glaður and I always wanted to have an opportunity to thank him. og ég vildi fá einhvern tímann tækifæri að þakka honum. And one day I was again in central London attending a concert at the Royal Albert Hall. Og eitt sinn þá var ég niður í miðbæ London í tónleikahöllinni Royal Albert Hall. And what do you know? He drove up in his car and parked right behind me. Og hann kom á bílnum sínum og lagði beint fyrir aftan mig. And I just had to get up and thank him. Og ég varð að standa upp og þakka honum. I don't remember exactly what I said. Ég veit ekki, ég man ekki alveg hvað ég sagði. I was probably a little bit overly gushing about how I expressed myself. Ég hef örugglega verið svona væminn þegar ég var að tjá mig. But it was for me really wonderful to meet the person that had taught me so much. Og mér fannst þetta dásamlegt að hitta manneskuna sem hafði kennt mér svo mikið. Now, in the sermon that I'm going to preach now, we're looking at the Thessalonian church members. Í ræðinni sem ég ætla að fara með og eftir þá erum við að fara að líta á fólkið í Thessalóníku. And they are going to be, Paul writes about how they were imitating Jesus and him. Og Páll kennir hvernig þeir voru að herma eftir Jesús og honum. And so we're going to look at the consequences of what happened when they decided that they were going to imitate Jesus. Og við ætlum að skoða hvað gerðist með þá þegar þeir byrjuðu að herma eftir Jesú. So let's begin by looking at this really wonderful passage in 1 Thessalonians. Og við skulum aðeins líta á biblíuvers hérna í 1. Þessalóníkubréfi. So if you have your Bibles at home, open them up and we'll look through this together. Þannig að ef þið eru með biblíur heima, endilega opnið þær og við skulum fara gegnum þetta saman. Sometimes I think about my own funeral. Stundum þá hugsa ég mína eigin jarðarför. And I wondered to myself, will anyone show up? Og ég hugsa stundum, mun einhver mæta? Did my life actually mean anything that anyone would want to come? Var einhver merking í lífi mínu sem myndi gera það verkum að einhver komi í jarðarförina? And if they did come, what would they say? Og ef þeir myndu koma, hvað myndu þeir þá segja? Or would it be that it's just some of my relatives would come because they felt obliged to come as a relative? Myndi bara ættingja mínir koma sem að fyndu fyrir þeirri skyldu að koma bara fyrir það að vera ættingja mínir? Have you ever wondered what people might say about you at your funeral? Hafið einhvern veginn velti fyrir ykkur hvað fólk myndi segja ykkur í ykkar jarðarför? What would they say? Hvað myndi fólk segja? He was a very jolly man. Hann var mjög glaðlegur maður. She was always so kind. Hún var alltaf svo mild. Oh, every time I met her, she was always criticizing somebody. Alltaf því ég hitt hana, hún var alltaf að gagnrýna eitthvað. He always had a smile on his face. Hann var alltaf brosandi. She was always such a hard worker. Hún var alltaf svo dugleg að vinna. What would they say about you?
hvað myndi fólk segja okkur, ykkur? How about our church? Hvað með kirkjun okkar? If our church died and there was a funeral for us tomorrow, Ef að kirkjan myndi deyja og það væri haldin jarðarför með okkur, would anyone show up? myndi einhver koma í jarðarförina? And if they did, what might they say about us? Og ef þau myndi koma, hvað myndi þau segja okkur? I'm trying to get us to think about this idea of reputation. Ég að reyna að fá okkur til þess að hugsa þessa hugmynd, orðspor. Reputation is what people generally think about who we are. Orðspor það sem að fólk svona almennt séð hugsar hann. Now, reputation might be built on one very dramatic event. Orðspor getur myndast við einhvern atburð sem að gerist á óvæntan hátt. Maybe like winning, scoring the goal in a World Cup. Skora mark í heimsmeistarakeppninni í fótbolta. Or it might be more normally built up slowly over time. En venjulega þá byggist upp þetta orðspor smátt og smátt með tímanum. Repeated actions and attitudes which reveal who we really are. Endurteknar athafnir og okkar viðhorf sem við gerum í gegnum lífið. Maybe a little bit like Vigdis Finnbogadóttir, whose biography Topper has just finished reading. Bara svona eins og Vigdís Finnbogadóttir, Toppa eiginkona mín var að ljúka við að lesa hennar ævisögu. Now it's in this context of reputation that we'll look at 1 Thessalonians. Já, í þessu atriði, orðspor, það út frá því sem við ætlum að líta á fyrsta kaplan í fyrsta Þessaloníkubréfi. Because this is a chapter all about reputation. Því að þessi kapli orðspor. And so as we go through this, I want us to have a look at what the reputation was. Á meðan við erum að fara í gegnum þetta þá langar mig að hvert orðsporið var. How they built it. Og hvernig þau byggðu það upp. And what it means for us. Og hvað það þýðir fyrir okkur. Now, Paul had originally planted this church in Thessalonica. Páll hafði upprunalega hann var upphafsmaður þessara kirkju. Paul had come to the local synagogue where he was reasoning with the Jews. Hann hafði komið til samkomuhús gyðinga og þar sem hann var að rökræða við þá. He was looking at the Old Testament prophecies about the Messiah. Og hann var að skoða spádóma í Gamla testamentinu Messias. And trying to prove from that the Messiah is Jesus. Og reyna að sýna þeim fram á það að hinn Messias, hinn smurði, væri raun Jesus. Paul was quite successful, and a number of the Jews, plus a lot of the Greek men and women, became followers of Jesus. Og Páli hafði gengið mjög vel, hann hafði náð til gyðinga þarna og einnig Grikkja í þessu samfélagi. But it made a lot of other Jews very angry. En margir aðrir gyðingar urðu mjög reiðir. Some of them went to the marketplace, Sumir fóru á markaðinn, where they recruited people to make a mob. Og þar söfnuðu þeir liði og bjuggu til einhvern múr and start a riot. Sem olli svo mótmælum. They attacked the house of a Christian named Jason. Og þeir réðust á hús hjá manni sem heitir Jason. They dragged him and some of the other Christians to the town council. Og þeir drógu hann í dómshúsið. And they shouted. Og fleiri og þeir hrópuðu. It says, this is all in from Acts 17. They shouted, Paul and Silas have caused trouble all over the world. Og þeir hrópuðu, þetta í Póstulasögunni 17. kapla, Páll og Sílas þeir valda ýmsum vandræðum allan heim. Well, that's one type of reputation. Nú þetta vist orðspor. And now they are disturbing our city too. Og nú þeir að pirra okkur hér í þessari borg. They're all guilty of treason against Caesar. Og þeir sekir svik gegn keisaranum, Caesar. For they give allegiance to another king named Jesus. Af því að þeir gefa öðrum konungi sína hlýðni og það konungurinn Jesú Kristur. So, again, in that context, Paul, Silas and Timothy write a joint letter
to this persecuted church. Og þess vegna út frá þessu sendir Páll, Sílas og Tímóteus bréf til Þessalónikumanna. If you look in verse 2, they're always thanking God and praying for the Thessalonians. Ef við kíkjum í vers 2 þá þeir eru alltaf að biðja og þakka fyrir Þessalónikumenn. And now we come to verse 3, Og and þegar við komum við vers 3 it describes what they're thinking about as they're praying. og þar lýst því hvað þeir eru að hugsa og meðan þeir eru að biðja. Verse 3, as we pray to our God and Father about you, we think about your faithful work, your loving deeds, and the enduring hope that you have because of our Lord Jesus Christ. Já, við minnust yðar í bænum vorum. Fyrir augsýn Guðs og föður vors við sífellt minnugir starfs yðar í trúnni, erfiðis yðar í kærleikanum og stöðuglindis yðar í voninni á drottinn vorn Jesú Krist. So, Paul, Silas, and Timothy, when they knelt down to pray, Þannig að þegar Páll, Sílas og Tímóteus þeir fóru á hnén og báðu, there were three things that they remembered about the Thessalonians. það var þrennt sem þeir mundu varðandi Þessalónikumenn. The faithful work, Og þetta starf í trúnni their loving deeds, og kærleikanum, and their enduring hope. já, erfiðis í kærleikanum og stöðuglindis þeirra í voninni. That was the reputation that the Thessalonians had in the minds of the apostles. Og þetta var orðspóðrið sem að Þessalónikumenn höfðu í huga apostolana. I thought it was interesting that this reputation is not built on a list of their beliefs. Og mér fannst það athyglisvert að þetta var ekki, orðspor var ekki byggt á trúarsetningum þeirra. Paul was not impressed because he went to the website and read a list of 28 fundamental beliefs. Páli fannst ekkert mikið til það þegar þeir höfðu farið á netið og lesið 28 trúarsetningar. It was their actions, Þetta voru verkin þeirra, faithful work, gerði trúfesti loving deeds, og kærleiksverk and enduring hope. og viðvarandi von. Visible actions that created their reputation. Augljósverk sem að myndaði orðspor þeirra. Now the question is this, what was the secret that explains how the Thessalonians built this reputation? Og spurningin hvert leyndamálið? Hvernig fóru þeir að því að byggja upp þetta orðspor? Paul explains this in verse 5 and 6. Og Páll útskýrir þetta í versum 5 og 6. Paul writes that they brought the good news of Jesus to Thessalonica, Að Páll segir að þeir hafi komið með fagnaðarerindi yfir til Þessalóniku. when they did this, it came with supernatural power. Og þegar þeir gerðu þetta, þá kom það með yfirnáttúrulegum krafti. I'm going to read 5 and 6. When we brought you the good news, it was not only with words, but also with power. For the Holy Spirit gave you full assurance that what we said was true. And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you. So, you received the message with joy from the Holy Spirit, in spite of the severe suffering it brought to you. Fagnaðarerindi vort kom eigi til yðar í orðum einum, heldur einnig í krafti og í heilugum anda og með fullkominni sannfæringu. Þér vitið hvernig við komum fram hjá yðar vegna. Og þér hafið gjörst eftirbreytendur vorir og drottins þér tókuð á móti orðinu með fögnuði heilags anda, þrátt fyrir mikla þrengingu. So in these verses, Paul explains that the supernatural power of the Holy Spirit led to two things. Og í þessum versum segir Páll að máttur heilags anda leiddi til tvenns. Firstly, an assurance that what the apostles said was true. Fullvissu, nummer 1, það sem að þeir voru að segja að það væri satt. And secondly, joy. Og í öðru lagi gleði. Assurance and joy. Fullvissu og gleði. Now, we've already noticed that their reputation is based on three more things. Nú, við vitum nú þegar að orðspor þeirra líka byggt á 3 öðrum atriðum. Faithful work, Það eru verkum í trúfesti loving deeds, og kærleiksverkum enduring hope, og von sem viðvarandi. and now we can enlist
assurance, and joy. Og nú getum við sett inn á þennan lista gleðina og fullvissuna. So the secret to their reputation was their openness to the Holy Spirit. Þannig að leyndarmálið á bakvið þeirra orðspor var það hversu þeir voru opnir fyrir heilugum anda. It was the Holy Spirit that brought assurance and joy. Það var heilugur andi sem kom með þessa fullvissu og þessa gleði. And it says that it's this that enabled them to imitate the apostles and Jesus. Og það hjálpaði þeim, það kemur fram hérna, að einmitt vera eins og postularnir og drottin. It says in verse 6, "In this way you imitated both us and the Lord." Og það kemur fram í 7. versi, og þér hafi gjörst eftirbreytendur vorir og drottins. So, like Paul, Silas, and Timothy, Eins og Páll, Sílas og Tímóteus, they had assurance and joy even in the middle of persecution. þeir voru með fullvissu og gleði þrátt fyrir ofsóknir, So did the Thessalonians. og sömuleiðis höfðu Þessalónikumenn það. But it was their openness to the Holy Spirit that made this possible. Og það var það að vera opnir fyrir heilugum anda sem að gera þetta mögulegt. Now, as the church members imitated the apostles and Jesus under the influence of the Holy Spirit, Á meðan að kirkjunni can you repeat that, please? as the church members imitated the apostles and Jesus under Já. the influence of the Spirit, Á meðan að safnaði meðliminir voru sem sagt að herma eftir bæði postulunum og Jesús. Paul describes now the dramatic consequences of this. Já, í mætti heilags anda þá útskýrir Páll hver afleiðingin af þessu. Look at verse 7 and 8. Og við skulum sjá vers 7 og 8. As a result, you have become an example to all of the believers in Greece, throughout Macedonia and Achaia. And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere, even beyond Macedonia and Achaia. For wherever we go, we find people telling us about your faith in God. What verse is this? 7 and 8. Já, it's a little bit different. Þannig eru þér orðnir fyrirmynd í öllum trúuðum í Makedóni og í Akku. Frá yður hefur orð drottins hljómað, ekki einungis í Makedóniu og Akku, heldur trúiðar á Guð kunn orðin allstaðar. Við þurfum ekkert það að tala. Through the power of the Holy Spirit that has changed their lives, Með krafti heilags anda sem hefur breytt lífin þeirra, Paul says that the Thessalonian members have become an example to people everywhere. þá segir Páll að Þessalónikumenn eru orðnir fyrirmynd fyrir fólk út allan heim. Now, the focus is not just on them. Og þeir eru ekki að einblína aðeins á þá. Paul uses this image of a bell. The word of the Lord is ringing out far and wide. Já, á ensku notar Páll orðið bjöllu, en hérna í íslensku þá það ekki þannig. Það segir frá yður hefur orð drottins hljómað, en það náttúrulega getur verið frá bjöllu. Yeah, admit. All right. Now, Paul explains this further at the end of verse 8 to 10. He says, Páll útskýrir þetta aðeins betur frá versi 8 til 10. we don't need to tell them about it, for they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from idols to serve the living and true God. And they speak of how you are looking forward to the coming of God's Son from heaven, Jesus, whom God raised from the dead. He is the one who rescued us from the terrors of the coming judgment. Við þurfum ekkert það að tala því að þeir segja sjálfur á hvern hátt við komum til yðar og hvernig þér sneruð yður til Guðs frá skurðgoðunum til þess að þjóna lifandi og sannum Guði og vænti nú sonar hans frá himnum sem hann vakti upp frá dauðum. Jesú frelsari oss frá hinni komandi reiði. Now, at this time, there's no Facebook or TikTok or Instagram. Á þessum tíma var ekki til Facebook, TikTok eða Instagram. But like a holy gossip,
En svona eins og heilug kjaftasaga, people could not stop talking about the example of the Thessalonian members. þá gat fólk ekki hægt að tala þetta fordæmi sem var að finna hjá Þessalónikumönnum. Now, when you look at verse 9 and 10, look what they're actually talking about or passing on. Ef við skoðum vers 9 og 10, þá skulum við athuga hvað þeir eru að tala um. Firstly, people could not stop telling others about their hospitality. Og fólk gat ekki hægt að tala um það hversu miklu gestgjafar þeir voru. Secondly, they could not stop telling others about the dramatic transformation that had occurred in their lives. Og í öðru lagi gat fólk ekki hægt að tala um þessa stórkostlegu umbreytingu sem hafði átt sér stað í lífum þeirra. Because their lives have been changed from worshipping idols to worshipping the living God. Því að líf þeirra hafði snúist frá því að tilbiðja skurgoð yfir í það að tilbiðja hinn lifandi Guð. And thirdly, people could not stop telling others about how much the Thessalonians were looking forward to the return of Jesus. Og í þriðja lagi þá gat fólk ekki hægt að tala um það hversu mikið Þessalónikumenn hlakkaði til að Jesús kæmi aftur. And again, it doesn't seem to be that they're passing on what the Thessalonians believed about the second coming. Og þeir eru ekki að tala um það sem að Þessalónikumenn trúðu síðari komu Jesú Krist. But rather, it was clear when people looked at the Thessalonians En það var mjög augljóst þegar fólk leit á Þessalónikumenn that they were eagerly anticipating Jesus' return. að þeir hlakkaði alveg ótrúlega mikið til að fá Jesús aftur. Now, we've been thinking about reputation. Við erum búin að tala núna orðspor. What is it that other people are hearing about the Thessalonian church? Hvað það sem fólk að heyra Þessalónikumenn eða kirkjuna í Þessalóniku? And we have a total of 8 things. Þá erum við með 8 atriði. They're known for their faithful work, Þeir eru þekktir fyrir verk í trúfesti their loving deeds, og kærleiksverkin enduring hope, og þessa viðvarandi von, assurance and joy. fullvissu og gleði. And now we can add to that list hospitality, Nú getum við bætt við listan vera góðir gestgjafar personal transformation, og þeir hafi umbreyst í sínu persónulega lífi and a longing for the return of Jesus. og þessa þrá sem þeir hafa að sjá endurkomu Jesú. So let's go back to our first question. Og þá skulum við fara upp aftur til fyrstu spurningarinnar. Maybe it doesn't have to be at your funeral, Það þarf kannski ekki að eiga sér stað í jarðarförin ykkar, but if you are not there, en ef að þið eruð ekki þar, what would you like people to be saying about you? hvað myndið þið vilja að fólk segði ykkur? What would you like people to be saying about your church? Hvað myndið þið vilja að fólk væri að segja kirkjuna ykkar? What would I like to hear people say about the conference office? Hvað myndi ég vilja að fólk segði skrifstofu samtakana? These are 8 suggestions from the church in Thessalonica. Og þetta eru 8 tillögur frá kirkjunni í Þessalóniku. But whatever we aspire to, one thing I think is very clear here. En ef við erum að reyna að verða eitthvað þá eitt mjög skýrt. The secret to building a reputation that rings out across Iceland Leyndamálið á bak við það að byggja upp orðspor sem að hljómar eins og bjalla allt Ísland is the same as it was for the church members in Thessalonica. Það sama og var fyrir fólkina í kirkjunni í Þessalóniku. It is our openness to the power of the Holy Spirit Það að vera opin fyrir krafti heilags anda that enables us to imitate Jesus. sem hjálpar okkur að herma eftir Jesú. Of course, this is not a power we can generate all by ourselves. Og þetta ekki kraftur sem við getum búið til hið innra með okkur bara við sjálf. Our reputation ringing out across our country can only come through the Holy Spirit. Og þetta orðspor sem myndi þá hljóma allt land kæmi aðeins fyrir kraft heilags anda. As the Holy Spirit breathes his desires through us Þegar að heilagur andi blæs í okkur hans langanir into our hearts and changes them. inn í hjörtu okkar og breytir okkur.
I want to read a quotation from Ellen White. Mér langar að lesa hérna tilvitnun frá henni Ellen White. She's talking about what happened on the day of Pentecost. Hún að tala það sem gerðist á hvítasunnudeginum. And she's actually describing the same dynamic that is happening in the church in Thessalonica. Og þarna hún að tala líka svipað og að gerast í Þessalóníku. She describes the praying of the disciples in the upper room. Hún lýsir bæninni sem á sér stað í loftstofunni með apostólunum. The Holy Spirit comes down. Og heilagur andi kemur niður. And then she now describes what the consequences were. Og svo núna þá lýsir hún hverjar afleiðingarnar urðu. I'm going to paraphrase this. Og ég ætla að endursegja þetta. Every Christian saw in his brother Já, hver og einn kristinn einstaklingur sá í trúbróður sínum a revelation of divine love. Þessa opinberun guðlegrar elsku. There was one ambition that they had on their hearts. Og það var bara eitt sem að þeim öllum langaði að gera. It was an ambition that swallowed up everything else. Þessi þrá var það sem að gleypti allt. The ambition of the believers Og þessi þrá þeirra trúuðu was to reveal the likeness of Christ's character var að sýna lindisenkun Krists and to work for the expansion of his kingdom. og vinna að því að stækka konungsríki hans. So when these apostles placed themselves under the influence of the Holy Spirit, Og þegar þessir postular treystu á kraft heilags anda, three things happened. þá gerðist þrennt. The divine love of God shone through them. Og þá skein hinn guðlega elska í gegnum þá. And all they could think about Og allt það sem þeir gátu hugsað was imitating Christ var það að herma eftir Kristi and expanding his kingdom. og stækka konungsríki hans. My prayer is that we will pray together for this, Og ég þrái það að við getum beðið saman fyrir þessu, that our hearts together will be open to the Holy Spirit's power, að hjörtu okkar saman verði opin fyrir krafti heilags anda. so that the example of our changed lives Þannig að okkar breytta líf gefi góðan vitnisburð will ring out across our country. og megi hljóma allt land. Amen. Amen. Þá ætlum við að syngja lokasálminn í dag. Hann heitir I Then Shall Live. Já, og lokasálmu, the final hymn, we're going to sing that now, and you heard the name. Along with
Bara þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur. Þakka ykkur fyrir samverustundina Thank you very much for being with us. og ég er búin að ég bara yndislegan dag í dag I hope you will have a wonderful day today. og nú ætlum við að hlýða á blessunarorð. Now we're going to get the words of blessings from Gavin. I think that is a remarkable hymn that we just sang. Þetta var virkilega fallegur sálmur sem við vorum að syngja. A song which I think really encapsulates this idea of reputation and what we want to be known for. Söngur sem að grípur virkilega það sem að við viljum vera og varandi okkar orðspor. I want to pray for this, and then I have an announcement that I'd like to make. Ég ætla að biðja fyrir þessu og svo er ég með tilkynningu. Father, we are all weak and sinful people, Við erum öll veik og við erum syndug and there is nothing good that any of us can do og það er ekkert gott sem að við getum gert without the power of your Spirit within án us. kraftar heilags anda með okkur. I pray that that Spirit, that we may be open to the Spirit Ég bið fyrir því að við mættum vera opin fyrir þessum anda and to allow Him to transform our hearts. og leyfa honum að umbreyta hjartanu okkar. That through the transforming work of the Spirit, Að með þessum umbreytandi starfi heilags anda you will build a reputation for yourself að þú megir byggja upp orðspor fyrir þig sjálfan. as you work your character through us. Á meðan að þú vinnur og býr til lindis einhvern í okkur. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. I just want to briefly share one item that you're probably thinking about that's in the news at the moment. Mér langar að deila með ykkur atriði sem þið líklegast viti eitthvað sem að er í fréttunum. It's very good, here in Iceland at least, that progress has been being made on containing the virus. Já, þetta varðar vírusinn hérna á Íslandi hefur okkur tekist vel að halda honum í skefjum. So on Monday, the rules will be changing that permits a much larger group of people to meet together. Að núna á mánudaginn þá munu reglurnar breytast og þá verður okkur leyft að hittast fleiri saman í hóp. We still have social distancing and rules on masks in place. Og við erum ennþá með reglur að halda fjarlægð og vera með grímur. But all the church leaders will be meeting together on Monday evening to decide how we can best move forward. En við leiðtogarnir í kirkjunum munum vera með fund á mánudaginn kvöldið og þar sem við munum ræða þessi mál. So hopefully you'll hear something about where this will be going later this week. Og þá munum við ræða og við munum koma þessu á framfæri hver niðurstaðan verður seinna í vikunni. Thank you. Takk fyrir.